Já, Friðrik, styttist núna í EM, strákarnir farið þér út. Hvaða væntingar ertu með fyrir mótið? Ég nú með frekar lágstemmdar væntingar vil ég segja, sko, en ég held að við ættum að fara þarna út og reyna að ná í allavega 1-2 punta. Það væri frábært í þessu móti. Ég held að það væri mjög vel viðunandi. Fólkið mitt talar að svona kannski stærsti sigurinn sé kominn og bara kannski njóta þess að við séum að fara að taka þátt á þessu stórmóti. En við náttúrulega, svo eru aðrir sem að tala að við förum upp úr riðlinum, þú ert ekki alveg þar. Það væri náttúrulega draumur, en ég held að væntingarnar verður raunsæjar og ef það tækist þá væri það náttúrulega bara stórkostlegur árangur. Ég held að við ættum að vera raunsæ. Strákarnir hafa sannað að þeir geta þetta, þeir hafa leggja þarna Tékklandi og Hollendingum. Þannig að hvernig telur þú að spila til dæmis eins og gegn Portúgalum í fyrsta leik? Ég efa það ekki að þeir munu leggja sig alveg 100% fram og veita þeim verulega mótspyrnu, ekki spurning. Ef ég líka þekki þessar strákar rétt eins og þeir hafa sýnt okkur, þá eru þeir ekkert að fara þarna sem einhverjir gestir til þess að svona uppfyllingu fyrir góðan árangur í riðlinum. Þeir eru að fara til að gera eitthvað. Ég held að þeir leggja sig rosalega fram og muni skila góðri vinnu, en hvað það mun koma okkur langt, það mun svo tíminn leiða í ljós. Hvernig spáir leiknum Ísland-Portúgal? Þessi er erfið, sko. Það er náttúrulega draumur að ná jöfnu, en ég held að verða á brattan að sækja. Ég fer sjálfur á leik nr. 2 og móti Ungverjunum og hlakka mikið til að sjá það þar og vonandi náðu sigrið þar. Hver verður besti leikmaður íslenska liðsins á mótinu? Ég verð að segja sem gamall markmaður að Hannes mun standa upp úr og taka 1-2 stöð fyrir okkur. Góða skemmtun. Takk. Ertu bjartsýnn fyrir EM? Já, ég held að við förum áfram. Farið upp úr riðlinum, hvernig heldur nú fyrsti leikur gegn Portúgal? Hvernig heldur það fari? Ég held að fari 1-1. Það er ansi bjartsýn. En þú telur myndir þú segja að það væri mikilvægt að þeir komi mjög sterkir til leiks í fyrsta leik? Á EM? Já, það væri gott að koma með sigur út af þessum leik. Það er svona rifið sigur tilfinninguna sem var föst í blóðinu hérna í fyrra. Glæsilegt, takk. Fyrsti leikur gegn Portúgal, ertu bjartsýnn? Já, mjög. Hvernig fer svo leikur? Við ætlum að kæfa Ronaldo. Það er bara málið og vinna Portúgal. Og hvernig, ætlar að spá fyrir mig í tölum? Það verður 2-0 fyrir Ísland. Hverjir skora? Gylfi og Kolbeinn. Glæsilegt. Það er þú næstur. Þú sleppur ekki, sko? Nú. Hvað segir þetta? Þú að fara til Frakklands? Já. Og ætlar að taka mánuð líka? Nei, ég tek hálfa mánuð. Þú ætlar ekki alveg að bjartsýnn að við færum í úrslitaleikinn? Jú, ég er alveg bjartsýnn á það, en það er bara, ég næ ekki lengra sumari, ekki nema ég segja að ég hafi mistað fluginu og verið mjög gaman, sko, að mista fluginu þannig. Hvaða væntingar heldur við getum gert til liðsins og til mótsins? Já, við komumst áfram upp á þessu riðli, það er alveg pottþétt. Og þetta ætti að fara að verða svolítið strembið eftir það, en þú hefur full trú á strákunum? Já. Hvernig spáir Portúgal-leiknum? Við vinnum hann 2-1. Hverjir skora? Það ég er ekki klár á því, ég gæti verið Eiður og Gylfi. Glæsilegt. Hvaða væntingar ertu að gera til liðsins? 16 liða úrslit. Dettu út í 16 liða úrslitum? Já, það fyrir eftir á móti hverju við draugumst þar, sko. Það er einhvers staðar verða væntingarnar að liggja. Væntingarnar mér, ef við náum 16 liða úrslitum, þá erum við í toppmálum. Fólk vil kannski segja að við höfum svona stóri sigurinn sem kominn, en við viljum samt náttúrulega alltaf sjá þá ganga sem best. Þú segir að við förum auðveldlega upp úr riðlinum? Já, ég meina við erum komin hingað, við erum búin að leggja svona 2, myndi ég segja, þær þjóðir sem að flestir horfðu til, sem voru Tékkar og Hollendingar, og ég meina er ekki þá alveg slíklegt að við getum lagt Portúgal á Ungverja? Byrjum á, já, svona fyrirfram erfiðasta leiknum gegn Portúgalum. Hvernig sérðu þann leik spilast?
Það fer eftir bara í hvaða ástandi Ronaldo verður. Þannig ef við tökum Ronaldo á taugum eins og við tókum Robben inn á Laugardalsvelli, þá eigum við mjög góðan sénsa því að Portúgalarnir hafa ekkert verið að spila neitt sérstaklega núna í undankeppninni. Hver verður besti leikmaður íslenska liðsins á mótinu? Ég held við þurfum nú ekkert að fara neina grafgötur af það. Það verður Hannes í markinu, sko. Það liggur svolítið vel á honum, sko. Markahæsti leikmaðurinn? Það eru Gylfi. Hvernig fer Portúgal-Ísland? Ég ætla að vera mjög bjartsýnn og segja 2-1 fyrir Íslandi. Já, nú eru strákarnir komin til Frakklands og bara stóra svið framundan. Hvernig heldurðu að þeim komi til með að ganga þarna úti? Ég held að þetta verði bara svona reynsla fyrir þá. Ég held að þetta verði mjög erfitt, en ég vonandi vinni Ungverja. Vinni Ungverja, fyrsti leikur gegn Portúgölum. Það verður svona fyrirfram að það er erfiðasti leikurinn. Hvernig heldur að sá leikur spilist? Ég held að hann verði mjög erfiður, en ég held að þeir bara læri helling af þeim leik. En auðvitað vona maður að næðu jafntefli við á hann. Ég myndi ekki krefjast meira af þeim en það. Heldur að þeir fara upp úr riðlinum? Ég held ekki, því miður. Ekki núna. Ekki núna. Hver er að þínum að hver heldur að verði besti leikmaður íslenska liðsins? Mér finnst þetta bara svona jafn sterkir. Gylfi er náttúrulega alveg ótrúlega góður leikmaður, sko. Ég hef náttúrulega tröll að trúa á honum, sko. En mér finnst þau bara jafnir og flottir, svona ein heild. Mér finnst það þeirra styrkur. Hvernig heldur að þeim komið til með að ganga út í Frakklandi? Ég held bara að þeim munu ganga bara nokkuð vel. Fyrsti leikur er gegn Portúgal. Hvernig spáir þeim leik? Ég segja svona 2-1 fyrir Íslandi, sko. Glæsilegt, takk.